Markúsar Guðspjall, 7. kafli. Þaðan fór Jesús og kom í ættborg sína og lærisveinar hans fylgdu honum. Þegar hvíldardagur var kominn tók hann að kenna í samkundunni. Fjöldinn sem á hlýddi undraðist stórum. Menn sögðu: hvaðan kemur honum þetta? Hver sú speki sem honum gefin og hvernig getur hann gert slík kraftaverk? Þetta ekki smiðurinn, sonur Maríu, bróðir þeirra Jakobs, Jóse, Júdasar og Símonar, og ekki systur hans hér hjá okkur? Og þeir hneyksluðust á honum. Þá sagði Jesús: hvergi spámaður minna metin en í landi sínu, með frændfólki sínu og heimamönnum. Og hann gat ekki gert þar neitt kraftaverk nema hann lagði hendur yfir nokkra sjúka og læknaði þá. Og hann undraðist vantrú þeirra. Jesús fór nú þorpin þar í kring og kendi. Hann kallaði þá 12 til sín, tók að senda þá út 2 og 2 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum. Hann bauð þeim að taka ekkert til ferðarinnar annað en staf, ekki brauð, mal, né peninga í belti. Þeir skyldu hafa skó á fótum en ekki 2 kyrtla. Og hann sagði við þá: hvar sem þið fáið inni, þar sé aðsetur ykkar, uns þið leggið upp að nýju. En hvar sem ekki tekið við ykkur, né á ykkur hlýtt, þaðan skuluðu fara og hrista dustið af fótum ykkar, þeim til viðvörunar. Þeir lögðu af stað og prétukuðu að menn skyldu taka sinnaskiptum, ráku út marga illa anda og smurðu marga sjúka með olíu og læknuðu þá. Heródes konungur frétti þetta, enda var nafn Jesú orðið víðfrægt. Sögðu sumir: Jóhannes skírari risinn upp frá dauðum, þess vegna gerir hann þessi kraftaverk. Aðrir sögðu: hann Elía. En aðrir: hann spámaður eins og spámennirnir fornu. Þegar Heródes heyrði þetta, sagði hann: Jóhannes, sem ég lét hálshöggva, hann upprisinn. En Heródes hafði sent menn að taka Jóhannes höndum, fjötra hann og varpa í fangelsi vegna Herodíasar, konu Filippusar, bróður síns. Hann hafði gengið að eiga hana, en Jóhannes hafði sagt við Heródes: þú mátt ekki eiga konu bróður þíns. Þess vegna lagði Herodías fæð á Jóhannes og vildi deyða hann, en gat ekki, því að Heródes hafði beig af honum og verndað hann, þar hann vissi að hann var maður réttlátur og heilagur. Hann komst í mikinn vanda þegar hann hlýddi á mál hans, en þó var honum ljúft að hlusta á hann. En nú kom hentugur dagur. Á afmæli sínu gerði Heródes veislu gæðingum sínum, hershöfðingjum og fyrirmönnum Galileu. Dóttir Herodíasar gekk þar inn og sté dans. Hún hreif Heródes og gesti hans, og konungur sagði við stúlkuna: bið mig hvers þú vilt og mun ég veita þér. Og Heródes sór henni: hvað sem þú biður það mun ég veita þér, allt að helmingi ríkis míns. Hún gekk þá út og spurði móður sína: hvað á ég að biðja? Hún svaraði: höfuð Jóhannesar skírara. Jafnskjótt skundaði hún til konungs og bað hann: gef mér þegar á fati höfuð Jóhannesar skírara. Konungur var hryggur við, en vegna eiðsins og gesta sinna vildi hann ekki synja henni þessa, heldur sendi þegar böðul og bauð að færa sér höfuð Jóhannesar. Hann fór og hjó af höfuð Jóhannesar í fangelsinu, kom með höfuð hans á fati og færði stúlkunni, en stúlkan móður sinni. Þegar lærisveinar hans fréttu þetta, komu þeir, tóku lík Jóhannesar og lögðu í gröf. Postularnir komu nú aftur til Jesú og sögðu honum frá öllu því þeir höfðu gert og kennt. Hann sagði við þá: komi nú á óbyggðan stað, svo við séum einir saman og hvílist stund. En fjöldi fólks var stöðugt að koma og fara, svo þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast. Og þeir fóru á bátnum einir saman á óbyggðan stað. Menn sáu þá fara og margir þekktu þá, og nú streymdi fólk þangað gangandi úr öllum borgunum og varð á undan þeim.
Þegar Jesús steig á land sá hann þar margt manna og kenndi í brjóstum þá, því að þeir voru sem sauðir engan hirði hafa, og hann kenndi þeim margt. Þá mjög var áliðið dags, komu lærisveinarnir að máli við Jesú og sögðu: Hér engin mannabyggð og langt á daginn liðið. Lát fólkið fara svo það geti náð til bíla og þorpa hér í kring og keypt sér eitthvað til matar. En Jesús svaraði þeim: Gefið því sjálfir að eta. Þeir svar honum: Eigum við að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa því að eta? Jesús spyr þá: Hve mörg brauð hafið þið? Farið og gætið að. Þeir hugðu að og svöruðu: 5 brauð og 2 fiska. Þá bauð hann þeim að láta alla setjast í grængresið og skipta sér í hópa. Fólkið settist niður í flokkum, 100 í sumum en 50 öðrum. Og Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Fiskunum 2 skipti hann og meðal allra, og allir neittu og urðu mettir. Þeir tóku saman brauðbitana fylltu 12 korfur, svo og fiskleifarnar, en þeir sem brauðana neittu voru 5.000 karlmenn. Tafarlaust knúði Jesús lærisveina sína til að fara í bátinn og halda á undan yfir til Betsaidu, meðan hann sendi fólkið brott. Þá hann hafði kvattað, fór hann til fjalls að biðjast fyrir. Þegar kvöld var komið var báturinn á miðju vatni, en Jesús einn á landi. Hann sá að þeim var þungur róðurinn, því að vindur var á móti þeim, og langt var liðið nætur, kemur hann til þeirra gangandi á vatninu og ætlar framhjá þeim. Þegar þeir sáu Jesú ganga á vatninu, hugðu þeir að þar færi vofa og æptu upp yfir sig, því að allir sáu þeir hann og urðu skelfdir. En Jesús mælti jafnskjótt til þeirra: Verið hughraustir, það ég, verið óhræddir. Og hann stég í bátinn til þeirra og lægði þá vindinn. Og þeir urðu öldungis agndofa, enda höfðu þeir ekki skilið það sem gerst hafði með brauðin. Hjörtu þeirra voru blind. Þegar þeir höfðu náð yfirum, komu þeir að landi við Genesaret og lögðu þar að. Leið og þeir stigu úr bátnum, þekktu menn Jesú, og fólk tók að streyma fram og aftur allt það hérað og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem það heyrði að hann væri. Og hvar sem Jesús kom í þorp, borgir eða bæi, lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta fald klæða hans, og allir þeir sem snertu hann urðu heilir. Markúsar Guðspjall, 7. kafli. Nú safnast að Jesú farisear og nokkrir fræðimenn komnir frá Jerúsalem. Þeir sáu að sumir lærisveina hans neittu matar með vanhelgum, það óþvegnum höndum, en farisear og reyndar gyðingar allir eta ekki nema þeir þvoi hendur sínar og fylgja þannig erfðavenju forfeðra sinna. Og ekki neita þeir matar þegar þeir koma frá torgi nema þeir hreinsi sig áður. Þeir fara einnig eftir mörgum öðrum fyrirmælum sem þeim hefur verið kennt, svo sem að hreinsa bikara, könnur og eirkatla. Farisearnir og fræðimennirnir spyrja hann: Hvers vegna fylgja lærisveinar þínir ekki erfðavenju forfeðranna, heldur neita matar með vanhelgum höndum? Jesús svarar þeim: Sannspár var Jesaja ykkur hræsnara, þar sem ritað Þessir menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis styrka þeir mig, því að þeir kenna það eitt sem menn hafa samið. Þið hafnið boðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði Jesús við þá: Listavel gerið þið að engu boðor Guðs, svo þið getið rækt erfikenning ykkar. Móses sagði: Heiðra föður þinn og móður þína, og hver sem formælir föður eða móður skal deyja. En þið segið: Ef maður segir við föður sinn eða móður,
Það sem ég hefði átt að styrkja þig með korban. Ég gefði það til musterisins. Þá leyfiði honum ekki framar að gera neitt fyrir föður sinn eða móður. Þannig látið þið erfikenning ykkar sem þið fylgið ógilda orð Guðs og margt annað gerið þið þessu líkt. Aftur kallaði Jesús til sín mannfjöldan og sagði: Heyrið mig öll og skiljið. Ekkert það utan mannsins sörgi hann þótt inn í hann fari. Hitt sörgar mannin sem út frá honum fer. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Þegar Jesús var kominn inn frá fólkinu, spurðu lærisveinar hans hann líkinguna. Og hann segir við þá: Eru þið einnig svo skilningslausir? Skiljið þið ekki að ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörgað hann, því að ekki fer það inn í hjarta hans heldur maga og út síðan í safnþróna. Þannig lýsti hann alla fæðu hreina, og hann sagði: Það sem fer út frá manninum, það sörgar mannin. Því að innanfrá, úr hjarta mannsins, koma hinar illu hugsanir, saurlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska. Allt þetta illa kemur innan að og sörgar mannin. Jesús tók sig upp þaðan og hélt til byggða Týrusar. Þar fór hann inn í hús og vildi engan láta vita. En eigi fékk hann döðlist. Kona einn frétti þegar af honum og kom og féll honum til fóta, en dóttir hennar hafði óhreinan anda. Konan var heiðin, ættur úr Fönikíu, sýrlensku. Hún bað Jesú að reka illa andan út af dóttur sinni. Hann sagði við hana: Lofaðu börnunum að seðjast fyrst. Ekki sæmir að taka brauð barnanna og kasta því fyrir hundana. Hún svaraði honum: Satt það, Herra, þó eta hundarnir undir borðinu af mólum barnanna. Og Jesús sagði við hana: Vegna þessara orða skaltu heim snúa. Illi andinn farinn úr dóttur þinni. Hún fór heim, fann barnið liggjandi á rúminu og illi andinn var farinn. Síðan hélt Jesús úr Týrusarbyggðum Sídon og yfir Dekapólisbyggðir miðjar til Galíleguvatns. Þá færa menn til hans daufan og málhaltan mann og biðja hann að leggja hönd sína yfir hann. Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu, stakk fingrum sínum í eyru honum og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann: Effatha, það opnist þú. Og eyru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Jesús bannaði þeim að segja þetta neinum, en svo mjög sem hann bannaði þeim, því frekar sögðu þeir frá því. Menn undruðust mjög og sögðu: Allt gerir hann vel, daufa lætur hann heyra og mállausa mæla. Markúsar Guðspjall, 8. kafli. Þessar mundir bar enn svo við að mikill mannfjöldi var samankominn og hafði ekkert til matar. Jesús kallar þá til sín lærisveinana og segir við þá: Ég kenni í brjósti mannfjöldan. Menn hafa nú verið hjá mér 3 daga og hafa ekkert til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín, örmagnast á leiðinni, en sumir þeirra eru langt að. Þá svöruðu lærisveinarnir: Hvar hægt að fá brauð til að metta þetta fólk hér í óbyggðum? Hann spurði þá: Hve mörg brauð hafið þið? Þeir sögðu: 7. Þá bauð Jesús fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin 7, gerði þakkir og braut þau og gaf lærisveinum sínum að þeir bæru þau fram. En þeir báru þau fram fyrir fólkið. Þeir höfðu og fáeina smáfiska. Hann bað Guð að blessa þá og bauð að einnig þeir skyldu bornir fram. Menn neyttu og urðu mettir. Síðan tóku lærisveinarnir saman leifarnar, 7 körfur. En þar voru 4.000 manns. Síðan lét hann fólkið fara og hann stéð þegar í bátinn með lærisveinum sínum
og kom í Dalmanútabyggðir. Þangað komu farísear og tóku að þrátta við Jesú. Þeir vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. Hann andvarpaði þungan og mælti: Hví heimtar þessi kynslóð tákn? Sannlega segi ég ykkur, þessari kynslóð verður alls ekki gefið tákn. Hann skildi síðan við þá, stíga aftur í bátinn og fór yfirum. Lærisveinarnir höfðu gleymt að taka brauð, höfðu ekki nema 1 brauð með sér í bátnum. Jesús ámyndi þá og sagði: Gætið ykkar, varist súrdeig farísea og súrdeig Heródesar, en þeir ræddu sín á milli að þeir hefðu ekki brauð. Jesús var þess vís og segir við þá: Hvað eruð að tala að þið hafið ekki brauð? Skynjið þið ekki enn né skiljið? Eru hjörtu ykkar sljó? Þið hafið augu, sjáið þið ekki? Þið hafið eyru, heyrið þið ekki? Eða munið þið ekki? Þegar ég braut brauðin 5 handa 5.000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tóku þið saman? Þeir svar honum: 12. Eða brauðin 7 handa 4.000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tóku þið þá saman? Þeir svara: 7. Og Jesús sagði við þá: Skiljið þið ekki enn? Þeir koma nú til Betsaidu. Þar færa menn til Jesú blindan mann og biðja hann snertan. Hann tók í hönd hins blinda, leiddi hann út úr þorpinu, skyrpti í augu hans, lagði hendur yfir hann og spurði: Sérðu nokkuð? Hann leit upp og mælti: Ég sé menn. Ég greini þá líkt og tré. Þeir ganga. Þá lagði Jesús aftur hendur yfir augu hans og nú sá hann skýrt, varð albata og gat greint allt. Jesús sendi hann síðan heim til sín og sagði: Inn í þorpið máttu ekki fara. Jesús fór nú ásamt lærisveinum sínum til þorpanna hjá Sesareu Filippi. Á leiðinni spurði hann lærisveina sína: Hvern segja menn mig vera? Þeir svöruðu honum: Jóhannes skírara, aðrir Elía og aðrir einn af spámönnunum. Og hann spurði þá: En þið, hvern segið þið mig vera? Pétur svaraði honum: Þú ert Kristur. Og hann lagði ríkt á við þá að segja engum frá sér. Þá tók Jesús að kenna þeim: Mannssonurinn á margt að líða. Öldungarnir, æðstuprestarnir og fræðimennirnir munu útskúfa honum. Menn munu lífláta hann, en hann mun upprísa eftir 3 daga. Þetta sagði Jesús berum orðum, en Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Jesús sneri sér við, leit til lærisveina sinna, ávítaði Pétur og sagði: Vík frá mér, Satan. Eigi hugsar þú það sem Guðs heldur það sem manna Og Jesús kallaði til sín mannfjöldan ásamt lærisveinum sínum og sagði: Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu vegna mín og fagnaðarerindisins mun bjarga því. Hvað stoðar það mannin að eignast allan heiminn en glata sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Þegar mannssonurinn kemur í dýrð föður síns með heilugum englum, mun hann blygðast sín fyrir hvern þann sem blygðast sín fyrir mig hjá þessari ótrúu og syndugu kynslóð. Markúsar guðspjall, 9. kafli. Og Jesús sagði: Sannlega segi ég ykkur, nokkrir þeirra sem hér standa munu eigi deyja fyrir þeir sjá Guðs ríki komið með krafti. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra
og klæði hans urðu fannhvít og skínandi og fær engin bleikir á jörðu svo hvítt gert. Og Elía og Móse birtust þeim og voru þeir á tali við Jesú. Þá tekur Pétur til máls og segir við Jesú: Meistari, gott að við erum hér. Gerum 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Hann vissi ekki hvað hann átti að segja enda urðu þeir mjög skelfdir. Þá kom ský og skyggði yfir þá og rödd kom úr skýinu: Þessi minn elskaði sonur, hlýðið á hann. Og jafnskjótt litu lærisveinarnir í kringum sig og sáu engan framar hjá sér nema Jesú einan. Á leiðinni ofan fjallið bannaði Jesús þeim að segja nokkrum frá því þeir höfðu séð, fyrir en mannssonurinn væri risinn upp frá dauðum. Þeir festu orðin í minni og ræddu hvað væri að rísa upp frá dauðum. Og þeir spurðan: Hví segja fræðimennirnir að Elía eigi fyrst að koma? Jesús svaraði þeim: Víst kemur Elía fyrst og færir allt í lag. En hvernig ritað mannssoninn? Á hann ekki margt að líða og verða smáður? En ég segi ykkur, Elía kominn og þeir gerðu honum allt sem þeir vildu, eins og ritað hann. Þegar þeir komu til lærisveinana sáu þeir mannfjölda mikinn kringum þá og fræðimenn að þrátta við þá. En leið og fólkið sá hann, sló þegar fermdri á menn og þeir hlupu til og heilsuðu Jesú. Hann spurði þá: Hvað eru þið að þrátta við þá? En einn úr mannfjöldanum svaraði honum: Meistari, ég færði til þín son minn sem haldinn illum anda svo að hann getur ekki talað. Hvar sem andinn grípur hann slengir hann honum flötum og hann froðufellir, gnýstir tönnum og stirðnar upp. Ég baði lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesús svarar þeim: Þú vantrúa kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá ykkur? Hversu lengi á ég að umbera ykkur? Færið hann til mín. Þeir færið hann þá til Jesú, en leið og andinn sá hann, teygði hann drenginn ákaflega. Hann féll til jarðar, veltist og froðufeldi. Jesús spurði þá föður hans: Hve lengi hefur honum liðið svo? Faðirinn sagði: Frá bernsku, og oft hefur illi andinn kastað honum bæði í eld og vatn til að fyrirfara honum. En ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Jesús sagði við hann: Ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Jafnskjótt hrópaði faðir sveinsins: Ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Nú sér Jesús að mannfjöldi þyrpist að. Þá hastar hann á óhreina andan og segir: Þú daufdumbi andi, ég býð þér, far út af honum og kom aldrei framar í hann. Þá æpti andinn, teygði hann mjög og fór, en sveinninn varð sem nár, svo að flestir sögðu: Hann dáinn. En Jesús tók í hönd honum og reist hann upp og hann stóð á fætur. Þegar Jesús var kominn inn og orðinn einn með lærisveinum sínum, spurðu þeir hann: Hvers vegna gátum við ekki rekið hann út? Jesús mælti: Þetta kyn verður eigi út rekið nema með bæn. Þeir héldu nú brott þaðan og fóru Galíleu, en Jesús vildi ekki að neinn vissi það, því að hann var að kenna lærisveinum sínum. Hann sagði þeim: Mannssonurinn verður framseldur í manna hendur og þeir munu lífláta hann, en eftir 3 daga mun hann rísa upp. En þeir skildu ekki það sem hann sagði og þorðu ekki að spyrja hann. Þeir komu til Kapernaum. Þegar þeir voru komnir inn spurði Jesús þá: Hvað voru þið að ræða á leiðinni? En þeir þögðu. Þeir höfðu verið að ræða það sín á milli á leiðinni hver væri mestur. Hann settist niður, kallaði á þá 12 og sagði við þá: Hver sem vill vera fremstur, sé síðastur allra og þjónn allra. Og hann tók lítið barn, setti það á meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá: Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, tekur við mér. Og hver sem tekur við mér, tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sendi mig. Jóhannes sagði við hann: Meistari, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni
og vildum við varna honum þess af því að hann fylgdi okkur ekki. Jesús sagði, varnið honum þess ekki, því að enginn gerir kraftaverk í mínu nafni og fer þegar á eftir að tala illa mig. Sá sem ekki á móti okkur með okkur. Sannlega segi ég ykkur að hver sem gefur ykkur bikar vass að drekka vegna þess að þið hafi játast Kristi, hann mun alls ekki missa af launum sínum. Hverjum þeim sem tælir til falls einn af þessum smælingjum sem trúa, væri betra að vera varpað í hafið með mylnusteinum hálsinn. Ef hönd þín tælir þig til falls, þá sníð hana af. Betra þér handarvana inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis, í hinn óslökkvandi eld, þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn slokknar ekki. Ef fótur þinn tælir þig til falls, þá sníð hann af. Betra þér höldum inn að ganga til lífsins en hafa báða fætur og verða kastað í helvíti, þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn slokknar ekki. Og ef auga þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr. Betra þér einegðum inn að ganga í Guðs ríki en hafa bæði augu og verða kastað í helvíti, þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn slokknar ekki. Sérhver mun eldi saltast. Saltið gott, en ef saltið missir seltuna, með hverju viljið þið þá krydda það? Hafið salt í sjálfum ykkur og haldið frið ykkar á milli.